það var nokkuð fína menn töpuðu nokkuð samfærandi hér í dag svona undir lokin allavega. Já, við mættum ekki tilbúnir sko. Náðum ekki að matcha við þeirra áherslu bara strax í byrjun og þeir bara keyrðu svolítið yfir okkur og skutu okkur í kaf til að byrja með og náðum að koma tilbaka en svo bara sprungum við. Erfitt að elta svona frábært lið eins og Ármann er sko. Þið eru, ég meina 30-35 mínútur, eru þið bara 8-12 stigum til aftan á sko? Já, við missum þá aðeins þarna of langt fram úr okkur svona í fyrsta leikluta. Við erum að elta, það er alltaf erfitt og náðum aldrei upp þessari svona stemningu og geðveiki sem við viljum fá og þá náttúrulega bara tapar við skiljum. Hverju viltu kenna um? Engu, bara þú veist, það er allir í sama vesinn og við, enginn á æfingum og allir í sótkví í einangrun og þú veist, þannig að þetta er bara, þeir eru líka í því. Það er ekkert að kenna, þeir voru bara miklu betri en við í dag og við áttum bara að skilja að tapa. Annar leikur sem tapaði á móti Ármann í vetur. Fyrri hann var öllu meiri spennandi en þessi. En svona með að báðir hópar séu full mannaðir þá eigið nú alveg í fullum tímum við þetta leik. Já, við erum ekkert skárri en þeir sko, nei, ekkert slakari en þeir segi ég. Og þetta verður bara mjög gaman þegar það nær dreifs humri og menn fara að spila svolítið í úrslitakeppni og við mætum tilbúinir þá, engar áhyggjur. Þetta lið, Þróttur Vogum, þetta félag er ekki nýtt en þeir eru svona að setja kraft í liðið, liðið er nýtt, þannig nýlegt allavega. Byrjum bara í fyrra sko. Já, hvernig hver er stemmið en allir beint? Ykkur langar að fara upp það? Auðvitað. Við fórum inn í þetta með enga væntingar. Svo bara fórum menn að biðja að fá að koma á æfingar og þá náttúrulega bara allt í einu var hópurinn aðeins betri og svolítið vel mannaður og það er hugur mönnum í Vogunum og þetta vantar á Suðurnesjum. Það hefur alltaf vantað almennilegt, vel rekið, gott neðri deildarlið til að fá þessa stráka inn sem eru kannski ná ekki að höndla að vera á fullu í meistaraflokki og vilja aðeins svona fá að spila alvöru körfubolta. Þetta vantar hérna á Suðurnesjum og hefur vantað lengi og við ætlum að gera það og það er hugur í okkur. Þróttur Vogum í stakk búinn til að taka, nú er stökkið upp í fyrstudeildinni bara nokkuð stórt líka sko. Já, og þú veist, við þurfum alltaf að fá fullt af fyrirtækjum og öðrum í bæjarfélaginu og í kring með okkur og öll hjálp vel þegin og bara allir sem vilja koma með okkur í þetta bara endilega og við erum bara tilbúinir í það. Þessi önnur deild, ég meina þessi leikur þannig séð, það skiptir máli en hann skiptir ekkert máli þegar á hólminn er komið. Þetta er úrslitakeppni og það er bara, þú veist, það er bara spilað upp á sætið. Já, það er bara einn leikur og í körfubolta getur allt gerst í einu leik og við töpum í dag en svo veit maður ekki hvað gerist í mars eða apríl þegar við mætum tilbúinir þar. Það eru fleiri hörku lið hérna heldur en við og Ármann, þetta er skemmtileg deild. Það er Leiknir líka. Leiknir, Reykjavík, frábærir og þannig að þetta verður bara gaman og annar deildin svolítið svona koma sterk inn núna. Þið eru að bæta við Gabriel Möller í dag, bara sterkur leikmaður. Já, frábær. Magnús Már er ekki með ykkur í dag og Gunnar Einarsson spilaði vist bara einn leik, það er erfiður, hann er svolítið gammal. Þið erum með maka hæfileikari leikmenn á skráðhjá. Já. Það ætti nú að geta veitt Ármanni mótspilnu í úrslitakeppninni eða því liðið sem þið spila á móti? Þetta eru jöfn lið og pappír og Leiknir líka með frábæra leikmenn og við líka og þannig átt að vera. Það er nóga körfuboltamönnum sem ná ekki alveg að sinna þessu 100% og bara komið og farið í þessi skemmtileg lið og gerum þetta almennilega. Frábært, takk fyrir. Takk.